Donald Trump boðar stighækkandi tolla á Danmörku og þau Evrópuríki sem vilja koma í veg fyrir að Bandaríkin taki yfir Grænland. Tugir þúsunda komu saman í Danmörku og Grænlandi í dag til að mótmæla stefnu Bandaríkjastjórnar. Vændi færist í aukana hér á landi og töluvert að erlendar konur séu fluttar inn til landsins í þeim tilgangi, segir talskona Stígamóta. Þær glími við sömu eftirköst og aðrir þolendur ofbeldis. Verðbólga gæti sprengt kjarasamninga í haust að mati formanns VR sem biður ríki og sveitarfélög að halda aftur af sér í gjaldahækkunum. Mikil verðbólga og mikið atvinnuleysi sé agaleg blanda. Hátt í 20.000 gripir á lögregluminjasafninu og flestir þeirra geymdir í kössum. Forsvarsmenn safnsins vilja finna framtíðarhúsnæði með sýningarrými fyrir almenning. Þó að enn sé vika í þorra ætla margir að fagna komu hans strax í kvöld. Við skellum okkur á þorrablót í fréttatímanum. Komið þið sæl. Donald Trump ætlar að leggja 10% toll á ríki sem styðja ekki að Bandaríkin taki yfir Grænland. Þetta tilkynnti hann á Truth Social í dag í langri færslu þar sem hann telur upp Danmörku, Noreg, Svíþjóð, Frakkland, Þýskaland, Bretland, Holland og Finnland. Þau ríki hafi fylgt sér að baki Grænlandi. Trump minnist ekki á Ísland þrátt fyrir að stjórnvöld hér á landi hafi lýst yfir stuðningi við málstað Grænlendinga. Tollurinn tekur gildi mánaðamót og hækkar í 25% 1. júní. Trump segir hann gilda þar til formlega hefur verið gengið frá kaupum á Grænlandi. Og Björn Malmquist okkar maður á meginlandi Evrópu. Björn, hafa komið einhver viðbrögð þaðan? Mikið af viðbrögðum hingað til. Ég hef séð nokkur viðbrögð hjá dönskum og grænlenskum þingmönnum sem hafa eins og við að búast fordæmt þessa tilkynningu Trumps. Ég hef ekki séð neitt frá leiðtogum hérna á meginlandinu nema stuttlega yfirlýsingu frá þýskum stjórnvöldum núna fyrir klukkutíma síðan þar sem að þau sögðust hafa séð þessi skilaboð og sé að undirbúa viðbrögð í samstarfi við evrópsk bandalagsríki og væntanlega Evrópusambandið líka. Hérna í Brussel framkvæmdastjórnin að undirbúa einhver viðbrögð, einhverja tilkynningu til fjölmiðla. Það hefur verið kallað eftir henni síðasta klukkutíman og við eigum von á henni innan skamms. Að með við bíðum getum við svona spáð í spilin. Við hverjum að búast, heldurðu? Já, það góð spurning. Ég held að það sé mjög ólíklegt að þessi ríki sem að aðgerðir Trump segja að beinast að og hafa einarðilega lýst yfir stuðningi við Danmörku og Grænland. Ég held að það sé ólíklegt að þessi ríki bakki með þann stuðning í ljósi þessarar yfirlýsingar Trumps. Ég tek reyndar eftir því að hann lét þetta frá sér á Truth Social samfélagsmiðlunum núna síðdegis svipað leyti og leiðtogar Evrópusambandsins voru að skrifa undir risastóran fríverslunarsamning við Mercosur-ríkin í Suður-Ameríku. Það hefur örugglega spilað eitthvað inn í þetta og það skal taka það fram að það í gildi og var gerður í fyrra sumar tollasamningu milli Evrópusambandsins og Bandaríkjanna, þannig að það er 10% tollur á vörur frá Evrópu til Bandaríkjanna. Það hafa mjög margir verið óánægðir með þennan samning og það má búast við að þær raddir sterk viðbrögð Evrópusambandsins verði hávarar á næstu dögum í ljósi þess sem að Trump sagði í dag. Það er Björn Malmquist, þakka þér kærlega fyrir þetta. En meira þessu tengt, því 20.000 manns komu saman í Kaupmannahöfn í dag og þúsundir til viðbótar annars staðar í Danmörku og Grænlandi til að mótmæla hótunum Bandaríkjaforseta að taka yfir landið. Evrópskir hermenn eru komnir til Grænlands. Ráðhústorgið í Kaupmannahöfn var smekkfullt á hádegi þegar dagskráin hófst. Grænlenski fáninn var áberandi og mótmælendur sendu skýr skilaboð vestur haf. We're protesting against the orange dictator in the US who is trying to bully his way to undermine the sovereignty of the Greenlandic people and take away their right to decide who they want to be part of. Fólk kom einnig saman í Óðinsvéum, Álaborg og Árósum til að mótmæla stefnum Bandaríkjastjórnar. Fyrir þá Grænlendinga sem mættu baráttan við stórveldið í vestri öllu persónulegri og fyrir suma hefur umræðan fengið mjög á.
Vi håber på, at vi bliver hørt og lyttet til rundt omkring. Hvad synes du om det, der bliver sagt? Hårdt. Meget hårdt. Ja. Så vi har masser af familier i Grønland. Og Grønland er vores land. Þegar dagskráin lauk á Ráðhústorginu gengu mótmælendur fylktu liði að bandaríska sendiráðinu og létu þar í sér heyra. Fólk kom einnig saman í Nuuk, höfuðstað Grænlands, og þar var Jens Frederik Nielsen, formaður landstjórnar Grænlands, á meðal mótmælenda. Þessar F-35 herþotur danska hersins flugu yfir Grænland í dag. Danski herinn hefur aukið viðveru sína á Grænlandi töluvert vegna hótana Trumps yfirtöku og hermenn fleiri Evrópuríkja eru líka þangað komnir, margir til að taka þar þátt í heræfingum. Trump var samur við sig í gær þegar hann var spurður Grænland. Well, we're going to see. NATO has been dealing with us on Greenland. We need Greenland for national security very badly. If we don't have it, we have a big hole in national security. Kína og Rússland hafa gert sig meira gildandi á norðurslóðum síðustu ár og ógnað þar með hagsmunum NATO-ríkja á svæðinu. Trump gjarnan fyrir sig að kínversk og rússnesk herskip séu sífellt á siglingu undan ströndum Grænlands, eitthvað sem sérfræðingar segja að sé ekki endilega alveg rétt. That I've been commander up here for 2.5 years. I haven't seen any Russia or Chinese combat ships up here. We see, of course, that China and Russia is working together in the Arctic Ocean. Of course, it's 1,000 nautical miles from here, but we have seen that, and that is a new normal, I will say. Snúum okkur öðru, færum okkur hingað heim. Þeir sem kaupa vændi fóðra mansal, segir talskona Stígamóta. Konur sem leita til Stígamóta eftir að hafa verið í vændi kljást við sömu eftirköst og aðrir þolendur ofbeldis. Það sem við höfum séð bara á auglýsingasíðum er að það veist fara vaxandi. Mjög mikið af erlendum konum sem kom hingað eða komið hingað. Það sem birtist okkur hjá Stígamótum aðla konur sem eru íslenskar sem hafa verið í vændi, leiðst út í það af einhverjum ástæðum og eru að vinna úr þeirri reynslu og það getur verið mjög erfið reynsla að vinna úr. Guðbrandur Einarsson, þingmaður Viðreisnar og fyrrum verkalýðsforingi, sagði af sér þingmennsku í gær eftir að Vísir ljóstraði því upp að lögregla hefði yfirheyrt hann árið 2012 vegna tilraunar til að kaupa vændi. Guðbrandur var þá í miðstjórn ASÍ. Það að vændiskaup séu til, í fyrsta lagi þá fóðrar það mansal og viðbjóð. Við vitum að afleiðingarnar geta verið afskaplega erfiðar fyrir einstaklinginn og svo samfélagslega byggir þetta náttúrulega á þeirri hugmynd að karlar hafi afnot af líkumum kvenna, geti keypt á, þeir séu til sölu, að þeir séu til brúks og það kannski ágætt að þeir sem eru að íhuga að kaupa sér vændi eða hafa keypt sér vændi séu meðvitaðir þetta. Skjólstæðingar Stígamóta sem þangað leita eftir að verið í vændi síni alvarleg einkenni og jafnvel ýktari en aðrir brotaþolar ofbeldis. Við gerðum rannsókn á þeim sem leita til okkar til að vinna úr vændi annars vegar og til viðmiðunar aðrir brotaþolar sem leita til okkar og allar afleiðingarnir eru ýktari. Skömm, sektarkennd, sjálfsásökun, sjálfsvígstilraunir, sjálfskaðandi hegðun og svo framvegis. Við sáum bara ýktari mynd af því, líka því að hafa orði fyrir ofbeldi, margvíslegu ofbeldi. Þannig að þetta eru afskaplega alvarlegar afleiðingar. Þannig að þær upplifa þetta sem ofbeldi? Það sem koma til okkar, þær gera það, já. Halla Gunnarsdóttir, formaður VR, segir fyrirtæki og sveitarfélög ekki hafa staðið við skuldbindingar sínar í kjarasamningum. Í nóvember mældist verðbólga 3,7%, svo lægsta í 5 ár. En mánuði síðar í loka árs hafði hún hækkað í 4,5%. Spár bankana fyrir janúar eru mismunandi, en gangi þær verstu eftir verður verðbólga 5,1% í lok mánaðar. Það yrði mesta verðbólga síðan í október 2024. Bankarnir spáði allir að verðbólgan nái 5,1% í lok apríl, sem yfir 4,7% af forsendu ákvæði kjarasamninga sem skrifað var undir 2024. Það þýðir að verði verðbólga yfir þessum 4,7% 1. september má krefjast endurskoðunar á kjarasamningum. Halla segir sterkar vísbendingar að verðbólga haldi áfram að aukast. Og ef það heldur áfram, þá það þannig að forsendur kjarasamninga gætu brostið í haust. En það líklegt?
Það bara mikil óvissa eins og staðan núna. Síðustu stóru kjarasamningarnir á almennum markaði, svokallaðir stöðugleikasamningar, voru undirritaðir fyrir tæpum 2 árum, en þá var samið 3,5% launahækkun og markmiðið var að ná niður vaxtastígi og verðbólgu sem þá var 6,6%. Verkalýðshreyfingin undirgekkst lágar launahækkanir sem voru undir verðbólgu, tók mikla áhættu. Ríki og sveitarfélög ætla að halda aftur af sér í gjaldskrárhækkunum og fyrirtæki áttu að líka halda aftur af sér í verðhækkunum. Og hafa ríki, sveitarfélög og fyrirtæki haldi aftur af sér? Nei, það hafði nefnilega ekki gert. Stýrivextir eru 7,25% vera næst ákveðnir í byrjun næsta mánaðar. Halla segir erfitt að spá hvað verður. Núna náttúrulega myndi vera ákveðin frysnivandi fyrir Seðlabankann að fara að hækka vexti að því að verðbólgan að hækka. En það verður að horfa til þess að atvinnuleysi líka hækka. Og það svona það bil eitt að versta sem ástand sem við getum siglt inn í, að verðbólga hækki og atvinnuleysi leið. Þá erum við komin að mjög vondan stað. Það akkurat þetta sem að gerast, verðbólga að hækka og atvinnuleysi að aukast hefur ekki verið jafn mikið í 3,5 ár. Þetta ekki góð blanda. Þetta agaleg blanda og ef að þessi þróun heldur áfram, þá það ástand sem að kallast kreppuverðbólga. Fjármálaráðherra segir mikilvægt að halda sjó nú þegar atvinnuleysi það mesta í hátt í 4 ár og verðbólguspár eru svartar. Eitt af forgangsverkefnum ríkisstjórnarinnar að ná jafnvægi í rekstri ríkisins og þar eitt lykilatriði að styðja Seðlabankann í að ná niður verðbólgu og vöxtum. Þetta enn ein áminningin það hversu mikilvægt það að við höldum sjó, að við séum staðföst í hagstjórninni og stöndum við okkar áætlanir. Hvernig ætlaðu að styðja Seðlabanka við að ná niður vöxtum? Með því að ná jafnvægi í rekstri ríkissjóðs og það gerum við á næsta ári. Hvernig ætlaðu að ná jafnvægi í rekstri ríkissjóðs? Það gerum við fyrst og fremst með því að stemma stigu við útgjaldavexti og sýna aðhald í rekstrinum. Eitthvað sem bendir til þess að það muni takast á næsta ári? Við erum ennþá á áætlun. Yfir í annað. Byggingafulltrúi stöðvaði vinnu við niðurrif á húsi í miðbæ Kópavogs í gær þar sem ekki var búið að samþykkja leyfi til að rífa það. Húsið stendur við Fannborg þar sem áður voru bæjarskrifstofur og félagsheimili. Til stendur að byggja íbúðir á lóðinni. Framkvæmdirnar hafa verið umdeildar og íbúar hafa gagnrýnt skipulagið. Eigendur hússins segja málið byggt á misskilningi. Tilgangurinn í gær hafa verið að koma fyrir sorpgámi til að losa efni úr efri hæðum hússins. Ekki standi til að hefja niðurrif án tilskilinna leyfa. Forsætisráðuneytið hefur þurft að borga á aðra 1 milljón króna fyrir viðgerðir á skemmdum á bílum eftir gesti öldurhús í nágrenni Stjórnarráðsins. Eigandi skemmtistaðarins segir vandamálið ekki bundið við staðinn, heldur sé þetta hvimleiður fylgifiskur næturlífs í miðbænum. Gestir Pettersson-sveitunnar geta skemmt sér undir berum himni hér á svölum hússins, en því miður virðast sumir þeirra ekki kunna sér hóf og því hefur forsætisráðuneytið fengið að kynnast. En skrifstofur og bílastæði ráðuneytisins í portinu fyrir neðan skemmtistæðin. Framkom í umfjöllun Spegilsins að forsætisráðuneytið hafi þurft að leggja í töluverðar viðgerðir vegna skemmda sem orðið hafi á bílum ráðuneytisins sem það telur vera eftir gesti á útiveitingasvæði Pettersson-sveitunnar þegar þeir missa eða henda fram af svölunum glerglösum eða flöskum. Tjónið sé upp á aðra 1 milljón króna. Í júní 2023 lendi hlutur sem hent var af svölum Pettersson-sveitunnar á þaki bíls ráðuneytisins og gera þurfti við hann fyrir 460.000 krónur. Í maí árið eftir var aftur tjón á bílnum þegar hlutum var hent ofan af svölunum, framrúða brotnaði og skemmdir urðu á þaki og húddi. Tjónið nam 714.000 krónum. Í fyrra sumar lendi líka hlutur á bílnum þannig að þakið á honum skemmdist en ekki búið að gera við það og kostnaður liggur því ekki fyrir. Þá hefur þurft að þrífa ælu af bílum og þakgluggum á skrifstofuhúsnæði ráðuneytisins. Ráðuneytið hefur tilkynnt málin til lögreglu. Eigandi Pettersson-sveitunnar segir vandamálið ekki bundið við þennan eina skemmtistað. Ekki þurfa að ganga langa vegalengd í miðbæ Reykjavíkur til þess að finna skemmdir og óþrifnað eftir góðglaða gesti næturlífsins. Forsvarsmenn lögregluminjasafnsins vilja finna framtíðarhúsnæði fyrir safnið svo hægt sé að setja upp sýningu fyrir almenning. Mörg þúsund gripir eru á safninu og margir þeirra geymdir í kössum. Safnið var formlega stofnað 2016 en sjálfboðaliðar á vegum lögreglunar höfðu í áratugi þar á undan passað upp á að varðveita hluti úr sögu lögreglunar og koma þeim fyrir í geymslu.
Kvikmyndagerðamenn hafa nýtt safnið til að fá lánaða búninga og hluti en sumir gripir eru nærri 100 ára gamlir. Þetta sverð lögreglustjórans í Reykjavík, Jónatan Hallvarðsson átti þetta og ég held að hann hafi verið fyrir 40. Á sverðinu má sjá gamla skjaldamerki Íslands eins og það leit út fyrir stofnun lýðveldisins 1944. Á safninu má líka finna gamla lögreglubíla og einkennilega hluti sem lögreglan hefur lagt hald á í gegnum tíðina. Þetta held ég með stærri brugtækjum voru tekin í Grindavík og þau rata til okkar þegar endsumbrotin hefjast á Reykjanesi og þeir þurftu að rýma lögreglustöðin í Grindavík. Hvað þetta margir hlutir? Ég vil að þeir séu nú örugglega farnir að telja á annan tug þúsunda því að þetta rými hér ekki það eina, við erum með annar rými sem miklu meira í. Höfum þó verið að reyna að færa svolítið söguna og svo búningalegu hlutan hingað inn og breyta hinni aðstöðunni í geymslu. Guðmundur segir að unnið sé við að koma safninu úr þessum geymslum inn í framtíðarhúsnæði sem verður opið almenningi. Til þess þurfi þó fjármagn sem ekki til staðar. Draumurinn náttúrulega að finna eitthvað staðar húsnæði sem með nóga klósettum og nóga bílastæðum og svo kannski frá 500 upp í 1000 fermetra til þess að geta sýnt þessa hluti því að við vitum það alveg að fólk hefur áhuga á þessu. Við erum búin að sækja 2 eða 3 styrk til hins opinbera þar sem við verðum að auglýsa fyrir svona óhefðbundin söfn og höfum ekki hlotið náð, þannig að við bara keyrum þetta áfram á okkar vinnu. Þó að upphaf þorra sé ekki fyrir næsta föstudag eru þó nokkur þorrablót haldin í kvöld og Alma Ómarsdóttir á einu slíku. Hvar Alma, í Grafavogi ekki sett? Jú, við erum hérna á þorrablóti Grafavogs í Egilshöll. Það von á yfir 1000 manns hérna í kvöld en fólk enn að tínast inn í salinn. Það svona ákveðið þema fyrir hvert borð og skreytingakeppni í gangi og mikill hugur greinilega í fólki. En kvöldið snýst kannski að miklu leyti matinn og hér hjá mér hann Guðjón. Já, þessi þorramatur, hefði hann ekki átt að vera bara næstu helgi? Jú, hann hefði átt að vera það en það bara mikil ásókn þannig að það þarf bara að byrja fyrr. Og vertíðin alltaf að lengjast? Já, hún orðin það. Bóndadagurinn alltaf eftir viku en við byrjum eins og síðustu helgi. Og meira næstu helgi? Og ennþá meira næstu helgi. Og hvað svona vinsælast? Það það verður að viðurkennast að það fer minna súrmat en það gerði í gamla daga en það náttúrulega bara hangikjöt og sviðasulta en síðan erum við með náttúrulega steikur og annað fyrir þá sem hafa ekki áhuga á þessu. En þeir sem eru vegan? Já, það veganréttir og vegansalut og það eitthvað fyrir alla. Með þorra þema? Með þorra þema, það sjálfsögðu. En hvað svona þitt uppáhald? Það sviðasultan, algjörlega mitt uppáhald. Og rústapa. Einmitt. Takk fyrir þetta Guðjón og bara góða skemmtun í kvöld segjum við hérðan úr Grafavogi. Takk kærlega fyrir þetta Alma Ómarsdóttir. En úr þessu þá ætlum við að kíkja á veðrið. Vindur hefur farið vaxandi á vestanverðu landinu í dag og skilganga inn á vesturströndina þegar líður á nóttina. Á morgun rignir víðast hvar sunnan á vestanlands og spár gera ráð fyrir hvassviðri víða land og þá sérstaklega vestanlands þar sem vindhviður geta náð 35 metrum á sekundu. En Theodór Freyr Hervarsson ætlar að segja okkur meira frá því eftir íþróttafréttir. Íslenska karlalandsliðið í handbolta býr sig nú undir sinn annan leik á EM sem á morgun. Snorri Steinn Guðjónsson segir liðið fullt einbeitingar gagnvart stórum leik. Dagur Sigurðsson og Króatía mættu til leiks nú síðdegis í spennandi leik gegn Georgíu. Við ræðum við Aron Pálmarsson misstór hlutverk innan íslenska liðsins. Og svo kíkjum við á allt það helsta úr enska boltanum. Við séum ekki á íþróttum hér eftir andartak. Rifjum þá upp helstu fréttir. Donald Trump boðar stighækkandi tolla á Danmörku og þau Evrópuríki sem vilja koma í veg fyrir að Bandaríkin taki yfir Grænland. Tugir þúsunda komu saman í Danmörku og Grænlandi í dag til að mótmæla stefnu Bandaríkjastjórnar. Vændi færist í aukana hér á landi og töluvert að erlendar konur séu fluttar inn til landsins í þeim tilgangi, segir talskona Stígamóta. Þær glími við sömu eftirköst og aðrir þolendur ofbeldis. Og verðbólga gæti sprengt kjarasamninga í haust að mati formanns VR sem biður ríki og sveitarfélögum að halda aftur af sér í gjaldahækkunum. Mikil verðbólga og mikið atvinnuleysi sé agaleg blanda. Og þá kom að lokum hjá okkur í bili. Við kveðjum ykkur að þessu sinni með myndum frá Álftanesi sem Kristinn Þeyr Magnússon tók á dögunum á þessum vatnabrettiskappa leika listi sínar. Takk fyrir í dag og verið þið sæl.